Málþingi vestfirska vorið var haldið á Flateyri síðustu helgi. Dagskrárgerðarfólk N4 fylgdist með og næstu sunnudagskvöld verða sýndir þættir þar sem rætt við fólk sem rannsakað hefur málefni Vestfjarða og síðast en ekki síst verður rætt við heimafólk. Guðmundur Hálfdanarson, prófessor, flutti fyrirlestur á málþinginu. Það sem að þetta er 1, 2 og 3 í allir þessu er ákvörðun það hvar þú vilt búa. Að það verður að vera þannig að fólk vilji búa hér. Og byggðin verður ekki, ef að fólk veit ekki búa hérna, það er alveg saman hvað eist miklum peningum í kerfi, þá býr ekki fólk hér. Þannig að það þarf að bæta þessa innviði, það þarf að bæta samgöngunar, það er eitthvað sem er alveg augljóst, öllum Vestfirðingum er augljóst. En það er ekki alveg nóg, það er auðvitað eitthvað fleira sem þarf að koma til og ég held að þar þurfa stjórnmálamenn svolítið að hugsa en síðan getur vel verið og að það er breytingar sem er að verða í, bara með breyttum samgöngum, með tengingum, nýjum tengingum og að þá verði bara auðveldara að búa í dreifðum byggðum heldur en hefur. Það verður auðveldara að stunda fjölbreytt mannlíf án þess að vera með mjög mikið af fólki. Nánar verður rætt við Guðmund í vestfirska vorinu á N4. Ferðaþjónusta er vaxandi grein fyrir vestan. Núna helgina opna hjónin Guðrún Hanna Óskarsdóttir og Halldór Mikaelsson í Neðra Breiðdal í Önundarfirði kaffihús. Þetta er eiginlega draumastaður. Það er bara svoleið sko. Sólin er hér allan daginn og já, útsýnið, ég er með hafið og fjöllin og bara betur er ekki hægt að hafa það. Ef við ekki bara segja að þetta sé $1 milljón útsýni? Minnsta kosti, ég held að sé ekki að reikna það sko. En þið verði hérna með sólskálan ef það er kalt úti og hvers er eitthvað? Við erum með sólskálan og svo ætlum ég að nota stofuna mína og setja þar glerhurð svo ég get alveg tekið 20-25 í sæti. Ég ger nú ráð fyrir að húsfreyjan hún baki allt bakkelsi sjálf. Já, ég ætla að bjóða upp á vestfirska hveitikökur með hangikjöti, eggjum, rúgbrauð með reyktu rauðmaga, rjómapönnukökur, lagköku og svo svona smákökur og svona. Já, það er allt bakað hérna. En hvað með bláber? Já, ég ger sultuna líka sko. Það voru tínt hérna 100 kíló og maður minn týndi 100 kíló albláberum hérna í fyrra haust og ég er að sulta því. Já, það náttúrulega dugar ekkert annað til heldur en að hafa aðal bláber fyrir vestan. Nei, það er það besta sko. Og svo er ég með rabarbarann hérna líka og ég er með kartöflunar í hveitikökurnar. Svo það er svona ýmislegt hérna á staðnum. Þið er nú aldeilis hér á góðum stað. Já, ég segi það að þetta er fallegasti staðurinn hérna sko. Ég segi það sko. Já, ég er svona miðsvæðis, Ísafjörð og Flateyri. Hérna verður bara bullandi nóg að gera hjá okkur vonandi í sumar. Já, ég reikna með því. Þetta liggur vel við svona Suðurfjörðunum þegar þeir fara Ísafjörð á Vestla að koma hérna við og fá sér kaffi í bakaleiðinni. Og er ekki bara gott að vera komin heim? Það er það, mjög svo. Heldurðu að 100 kílóin að aðal bláberjónum verði farin í haust? Já, ég vona að þetta dugi. Við segjum bara hérna á N4 bara til hamingju og gangi ykkur vel. Þakka þér fyrir. Þátturinn vestfirska vorið verður frumsýndur á N4 á sunnudagskvöld klukkan 21:30.